Þannig að lýðveldið samnefnar í mínum huga og í stjórnskipunni fyrir valddreifingu. Og þess vegna áttum við að eiga þetta samtal og þess vegna var nauðsynlegt kannski að ég færi í þetta forsetakjör til að undirstrika það og ég ætla með einhverju móti að halda þessu málflutningi áfram vegna sem ég sýnist að það veit ekki af. Ég var alltaf að nefna við ykkur hérna aftur, svo ég kom mér að efninu, að lýðveldið sem að nú stendur nýorðið 80 ára gamalt. En við Íslendingar áttum lýðveldi líka frá árinu 930 til 1262. Í ríflega 330 ár lifði gamla lýðveldið á Íslandi. Og hvernig skildi það nú hafa gerst? Það var gert, kæru áhorfendur, eins og segir hér í gamalli bók frá 1928 eftir Benedikt Björnsson heitir Þjóðskipulag Íslendinga. Það var gert með því að virkja almenning í landinu. Og þetta var gert þannig að í lýðveldinu þá fengu menn nefnilega ekki bara réttindi, heldur segir hér að samtímis því að menn fá réttindi í lýðveldinu þá leggjast á herðar honum skyldur í sama hlutfalli. Og þessin nauðsynlegt að við fræðumst skipun þjóðfélagsins og hagi því annars geta réttindin orðið eins og voði í óvita höndum. Þetta skildu forfeður okkar á söguöld svo vel að undrum sætir enda varð til hjá þeim svo þroska vænlegt skipulag að áhrifin leyndust ekki. Goðarnir, og hér að tala þjóðveldisöldina, máttu kveða 9. hvern mann í goðorði sínu til þingreiðar með sér og hlutu sumir þeirra manna jafnan að taka þátt í störfum þeim sem fyrir lá á alþingi, ýmist sem ráðuneytar goðana í löggjafamálum eða kvaddir til setu í dómi á þinginu. Nú vissu menn að jafnaði ekki fyrirfram hver yrði fyrir valinu og einmitt þessi óvissa knúði menn til að fylgjast sem best með í þjóðfélagsmálum þannig að þeir yrðu hæfir til þáttöku í þeim ef þeir yrðu kallaðir til þess. Metnaður þeirra hefði illa þolað að þeir stæðu frammi fyrir þingheimi, þekkingasnauðir og fávita í málum þjóðarinnar. Þannig að í lýðveldi berum við öll ábyrgð, í lýðveldi þurfum við öll að taka ábyrgð á velferð hvers annars, á því að verja mannréttindi og lýðræði og lýðveldið. Þetta mjög mikilvægt og þess vegna segi ég, maður í þjóðveldinu á 10., 11., 12. og 13. öld, hann hefði aldrei sagt ég ætla bara að trúa því sem að yfirvöld segja mér að trúa. Þeir hefði aldrei sagt ég ætla að hætta að hugsa og láta aðra hugsa fyrir mig. Þeir hefði aldrei sagt ég ætla að hætta að spyrja spurninga. Þannig þeir áttuðu sig á því að svo dagur gæti komið að þeir stæðu frammi fyrir alþjóð og þá vildu þeir ekki standa þar eins og fávitar. Og þess vegna segi ég hér við ykkur, kæru áhorfendur, alveg eins og ég sagði í forsetakosningunum eða aðdraganda þeirra, að það nauðsynlegt að stjórnvöldum sé veitt aðhald. Það nauðsynlegt að það séu til menn í þessu landi sem að veita viðnám öllu því óheiðarlega sem hér fer fram, öllu valda plottinu, öllu því sem að spilla þjóðinni, öllu því sem að ræna auðlindum þjóðarinnar. Og þess vegna hvetja ykkur til þess að bara koma fram á völlin og láta engan hræða ykkur frá því. Ég held að við verðum að, það er svo margar spurningar sem að þurfum að ræða og bara fjalla um. Ég meina, á hverju erum að setja hér meir en 5 milljarði að reka ríkisútvarp sem að getur ekki staðið undir hlutlausum fréttaflutningi. Ef við höfum bara hort á ríkisútvarpið til dæmis, sem að vonandi eru mörg ykkar ekki þeirri stöðu, þá hefðu þið verið steinhissa þegar við horfum á Joe Biden núna daginn. Hvernig getur það verið að við séum að kosta hér stofnun fyrir marga milljarða sem getur ekki gefið okkur raunsanna mynd af því hvernig staðan á þessum ágæta manni? Þetta bara eitt lítið dæmi.
Og af hverju erum við með menntakerfi sem að getur ekki ræktað sko börnin okkar sómasamlega? Og af hverju erum við að reka hér skólakerfi sem að þjóna börnunum okkar svona illa, við getum ekki kent þeim að lesa sómasamlega? Hvernig stendur á því að við sem köllum okkur svona ríka þjóð eru með heilbrigðiskerfi og menntakerfi og vegakerfi sem eru rúst? Hvernig ætlum við að laga þetta? Við verðum að horfast í augu við það hvað er rétt og hvað er rangt, og við þurfum að horfast í augu við það að það er til í heiminum eitthvað sem er gott, en það er líka til eitthvað í heiminum sem er illt. Og við getum ekki verið eins og leikskólabörn sem förum út á leikvöllin og höldum bara bláeigað, enginn sé þar nokkuð tíma sem að muni ræna okkur nestin okkar að vera vonduð okkur. Við þurfum að fara að þroskast, kæru landsmenn, og horfast í augu við það bara hvernig heimurinn er. Og ef við ætlum að byggja á þeim auðæfum sem að okkur hafa verið gefin, landi sem Guð hefur gefið okkur, fiskimiðin sem við höfum hér, vassaflið, ef við ætlum að geta byggt á fólkinu sem að býr hér í landinu, ef við ætlum að geta nýtt allt þetta afl sem að hér er, að þá þurfum við að búa til einhvern veginn sanngjarnt kerfi þar sem að auðurinn skila sér til fólksins, þar sem að við getum hvar svo sem í stétt við stöndum unnið saman í þessu augnamiði, þannig að það geti verið eins og stofnendur Sjálfstæðisflokksins sem sögðu að stétt með stétt geti unnið hér að því að bæta þjóðarhag, þannig að þeir sem að standa sér vel geti hjálpað þeim á fætur sem eru bástaddir, og við getum stutt við allan dugnað, við getum staðið vörð heiðarlega fjáröflun og við getum, ég held að við hljótum að geta horfst í augu við það að skattpíningin á Íslandi er orðin svo mikil að fólk er farið að kvenka sér, vinnandi fólk, og við verðum að fara að lækka skattana, því að eins og staðan er núna að þá fer að verða frjór jarðvegur fyrir það að menn fari að einhvern veginn að leita allra leiða til þess að koma sér hjá því að greiða hér skatta, líka vitandi það að það er farið svona skelfilega illa með peningana. Við þurfum að gefa fólki kost á að efnast hér með hugviti og dugnaði á bara heiðarlegan hátt, og við þurfum að gefa ykkur, kæru áhorfendur og öllum sem að þið talið við, þá tilfinningu að við séum ekki áhrifalaus í okkar eigin landi.